Ég var í vinnu, fullri vinnu eftir þetta. Fékk með þessa nýja vinnu eftir ég greindi og var skorinn. Það skipti engu máli, það var ekkert að spara. Það var ein og ein kona, eldri kona sem sagði, ég vil ekki kalla þetta, þetta eitthvað kvefaður. En það var það eina. Ómar heit ég og ég fékk krabbamein í háls, greindist á sama tíma og Geir Haarde blessað Ísland, var geislaður og en það dugði ekki til og endaði í 2012 var ég skorinn svo í febrúar. Í dag er ég ekki með neitt kók og engin raddbönd og þá spyr ég voru margir hvernig fer það á því að tala. Af því að það er alveg til að tala á þess að vera með raddbönd. Þú nota vöðvan í hálsunum. Það gera líka þeir sem er með raddbönd. En munurinn er svo að ég syng ekki, ég er eintóna. Krabbameinsfélagið fyrir mig er þetta litla félag sem ég er í, sem heitir Ný rödd. Þar er okkar formaður og forvísmaður Ragnar Davíðsson. Ég taldi þetta að vera ansi djúpt að lenda í að fá svona krabbamein. En mér var vísað á Ragnar Davíðsson og ég hitti hann. Hann er rosalega duglegur að hitta þá sem að greinast með svona krabbamein og þurfa að fara í skurðaðgerð. Hann hjálpaði mig rosalega mikið og það er að hjálpa þeim sem að fara í þetta ennþá dag í dag. Ég er hættur að vinna, er orðin eftirlaunaþegi, ég vil kalla það eftirlaunaþegi og þannig ég er hættur að vinna, búinn að hættur að vinna í 2 ár en í rauninni hættur að vinna dagvinna en mín vinna er núna ræktin. Hverjum einasta degi fer ég, 5 daga vikunar, fer ég í ræktina, ég kom inn í ræktina kl. 11 á mótnana og ræktin heilsuræktin er bara mitt líf núna. Og í dag er ég bara í betra formi, ég hef sennilega nokkuð tíma verið.